Við höldum áfram með föstudagsþáttinn og ætlum að vinda okkur yfir í aðeins aðra sálma. En næsti gestur minn Oddur Bjarni Þorkelsson, vertu hjartalega velkominn í þáttinn. Þakka þér nú fyrir. Kannski byrjum bara á himinlifandi. Já. Bara viðtökurnar hafa verið, já, það er allir himinlifandi með þetta, má ekki segja það? Já, og svo það eru sálma á það. Já, ég fletta þetta allt saman. Þetta var vel gert. En jú, þakka þér fyrir. Það eru búin að vera alveg dásamleg viðbrögð. Allavega sem að hafa, þú veist, sýnt þau, það er náttúrulega svo sem enginn að hringja og segja þetta er nú aldeilis leiðanlegt, en hérna sem betur fyrr. Já. En það sem gleður okkur kannski hvað mest er að þátturinn virðist svona gleðja kynslóðir. Það virðist amma getur hlegið og börnin fylgjast með og skemmta sér líka og svona, og foreldrarnir. Þannig að, og það er náttúrulega stóra takmarkið. Já. Það var allir ánægjaður sem sé ekki að afplána efnið. Já, nákvæmlega. Það er voða leiðilegt að þurfa að þrauka. Já. Það er miklu betra að þetta sé skemmtilegt. Og við erum mjög spennt að sjá hvernig næsti þáttur nummer 2, Lekt í fólk, hann er okkar allra rólegasti. Já. Þetta er ekki mikil Jónshjörtu, Abbi og Edda og þau lenda í rafmagnsleysi og pínu myrkfælni og draugahljóð og bara eru svolítið smeyk sem við getum öll tengt við held ég. Já, þannig að já, og hann er svona, hann er rólegri, endalega kannski ekki mikið í svona á harðahlaupum í myrkrinu. Nei, það segir sér svolítið sjálft. Þannig? Mjög spennandi og þetta er náttúrulega verður hér á dagskrá N4 annan hvern sunnudag í vetur, þannig að fólk getur látið sér hlakka til sko og alltaf eiga þetta víst sko, annan hvern sunnudag. Þetta er svona gulrót annan hvern sunnudag. Já. Og það greinlega komst ekki alveg skýrt til skila að þetta væri ekki hvern sunnudag heldur annan hvern, þess að ég fekk nokkra meldingar síðasta sunnudag, Hvar er þátturinn? Hvað er þátturinn? Við erum búin að sitja hérna rífressa í 3 tíma. En nei, ég bara kom þeim áfram að þetta væri svona, þá horfum við bara á hann í 100. sinn, það er verið að hámhorfa. Já, það er nú jákvætt. Það er rosa jákvætt. Já. Ég er ótrúlega glaður. Auðvitað. En það er nú kannski svona af öðrum ástæðum fyrst og fremst sem þú ert hérna hjá mér í dag. Já, það er svolítið annað. Já, því að við ætlum að afhjúpa það hér með og það hefur kannski kvissast út í N4 blaðinu líka að þú ætlar að taka hérna við af mér. Það er víst. Ég kann aðstandendum N4 bara mínar bestu þakkir fyrir að velja þarna 30 ára gamla mynd til að setja spurningamerki yfir. Ég held að þetta sé skot úr Gettu betur síðan svona einhvers staðar á öndveri síðustu öld. Já, einmitt, já. Og ég veit ekki hvort það er gott en fólk þekkti mig af henni. Ég fekk fyrirspurn, það er veðmál á kaffistofunni, er þetta ekki örugglega þú sem ert á þessari mynd? Já, þú meinar. Það er nú heldur betur jákvætt, sko, það munar ekki það miklu á 30 árum. Ég segi það, ég virðist vera mjög stabill. Já, það er bara geggjað. Það er bara geggjað. En hvernig leggst þetta í þig, þessi að taka við föstudagsþættinum? Það er náttúrulega bara mjög spennandi. Ég er að fara að gera eitthvað sem ég hef aldrei gert áður. Nei. Þannig að ég fer svolítið, kannski ekki alveg með bundi fyrir augun, en ég bara náttúrulega, ég hef oft komið inn á þátt, en auðvitað náttúrulega verið hér. Já. Og ég náttúrulega fer augljóslega ekki í fötin þínu vilji minn. Nei. Þú ert líka búin að leggja svo mikið af síðustu ár. Ég hefði mögulega hringt fyrir löngu síðan, en þú fer í stóli? Ég fer í stóli. Já. Má ég máta hann? Er það ekki bara eina vitið? Ef að prófa? Ef ekki að bara skipta? Og aðtöku hvernig? Fínt að, sko, það er búið að vera svona óþægilegt að sitja hérna megin öllu saman. Það er þess vegna sem að þú situr lengi. Já. Það er mjúkt og notalegt. Ég finn það strax. Já. Það er munur. Nei, þetta er enda bara mjög fínt, sko. Já. Ég kann nú bara vel við mig hérna megin. Er það ekki? Jú. Ég held að, og þetta muni fara þér bara einstaklega vel, held ég líka. Þakka þér fyrir. Þetta er nú samt meira þinn litur, held ég. Já, það verður spennandi að sjá líka hvað gerist hérna í næstu viku, því að þátturinn náttúrulega mun væntanlega taka einhverjum breytingum. Hann tekur einhverjum breytingum, já.
svona þér að segja, þá verða svona, framvindan í þættinu verður svolítið önnur, það koma ný föst innslög og við svona breytum aðeins setupinu, en það er ákaflega gott fólk og góða konur að vinna í þessu öllu saman sem ég ber 100% traust til, þannig að ég er bara mjög spenntur. En Vilhjálmur Bergmann Bragason, skáldkenndur við vandræði, það eru 9 tíma hjá þér. Heldur betur, ég hverf héðan af þessu vettvangi sem er búin að vera afskaplega gjöfull og góður, gaman að vera hérna og stýra þessum frábæra þætti sem er föstudagþátturinn, en þó þú segir sjálfur frá? Þó ég segi, bara þetta er náttúrulega þáttur sem er búin að, ég held að þetta sé annar af þeim þáttum sem er búin að vera lengst í loftinu á N4, ég held að það sé búin að 10 eða 12 ár. Þetta er stundin okkar þegar N4. Já, þetta er alveg svona legacy, sko, þannig ég var nú ekki að tala um bara minn þátt, heldur bara að fá að vera partur af þessari arfleifð, sko. En það er bara svo mikið framundan hjá mér í leikhúsinu, ég sá mér ekki annar að kosta völ, bæði, við erum að klára sína fullorðin núna í Hofi. Og gengur vel. Og gengur vel. Frábært. Og síðustu sýningar á því núna og svo í beinu framhaldi erum við að fara að æfa Skugga-Svein upp í Samkvæmahúsi. Ég er að leika þar með góðu fólki. Dásamlegt. Og í þessari nýju útgáfu af Skugga-Svein sem verður frumsýnd í janúar. Og svo í beinu framhaldi af því þegar við erum búin að sýna Skugga-Svein, þá erum við að fara með fullorðin í Þjóðleikhúsið í mars og apríl. Þannig ég sá fyrir mér sko milli æfinga og svo þessara Reykjavíkurfarar og svona þá sko myndi föstudagsþátturinn líða fyrir það ef ég væri svona mikið í burtu. Já, það yrði mögulega svolítið framlárvilli sem að væri að stjórna. Já, ég hugsaði það sko. Óþægilega mikil kvöldstemming kannski. Já. Alveg svona miðnæturstemming. Miðnæturstemming bókstaflega, já. Það er kannski ekki það sem við erum að leita. Nei, ég hugsa ekki sko. Þannig ég held að þetta sé bara besta mögulega lausnin fyrir alla sko. Já. En það er greinilega, þegar rignir þá dembir, það er brjálað framöndan. Já, heldur betur. Ég er mjög spenntur fyrir Skugga-Sveinin, það verður það er margir svona forvitnir af því að hann hefur ekki verið settur upp í atvinnuleikhúsi í næstu 40 ár. Já. Og núna verður Jón Gnarr náttúrulega í titilhlutverkinu og þetta verður dálítið öðruvísi heldur en fólk sem að sko man eftir að fara á Skugga-Svein, sko man eftir honum. Ég held að þetta verði svona ferskur og hressandi Skugga-Sveinn. Já, það er óhætt að búast við mjög ferskri nálgun. Já. Og síðustu sýningar á fullorðin, er það núna helgina? Það er núna helgina og svo aftur fyrstu helgin í nóvember. 5. nóvember er allra síðasta sýning á Akureyri. Ok, þá er síðasti séns að fá að sjá okkur áður við förum til Reykjavíkur. Glimrandi gamanleik. Já, heldur betur. Þannig við hvetjum bara fólk til þess að kíkja á ykkur þar. Er það ekki? Ef þau sakna henni úr föstudagsþættinum, þá koma þau bara í Hof. Koma þau í Hof eða svo í Samkvæmahúsið í janúar. Akkurat. Eina viti. Og er ekki við hæfi að enda þennan síðasta föstudagsþátt minn upp í Samkvæmahúsi? Ég held það. Já, ég hugsa að ég kveði bili og fæ svo að heilsa ykkur að viku liðinu og ég hlakka óskaplega mikið til. Þetta verður spennandi, ég finna hjartaslagur örlítið hraðar. Elsku Villi minn, það er ekki mitt að þakka þér fyrir síðastliðið ár en ég ætla samt að gera það. Og þakka þér fyrir. Takk fyrir mig, ánægjan og heiðurinn er sannlega búin að vera minn að fá að vera hérna og ég held að ég slái bara botnin í þetta úr Samkvæmahúsinu með kollegum mínum Árna Beintinni og Björgvini Frans. Dásamlegt, við förum úr mannheimum yfir í Alfheima. Geggjað. Jæja, hingað er ég kominn í mitt síðasta innslag og það úr Álfheimum. Við erum stödd hérna í Samkvæmahúsinu og ég er komið hvorki meira né minna en 2 Benedikt búálfa hingað til mín. Kollega mína Árna Beintin og Björgvin Frans, verið þið hjartanlega velkomnir. Takk fyrir. Takk fyrir að bjóða okkur loksins til þín. Já, það hlaut að koma aðeins. Já, við svona tæknilega sér tróðum ykkur í þáttin, en já, allt í lagi. Takk fyrir að bjóða okkur. Mín er ánægð, sko. Ég hefði ekkert viljað enda þetta neitt öðruvísi. Nei, nákvæmlega, hefði maður viljað enda þetta öðruvísi, en með tveimur, með þessi gamla og nýja Benedikt. Nei, einmitt, já. Eldgamla Benedikt, eins og ykkur segja, en ég er ekki alveg kannski. Akkúrat, því fyrir þá sem þá fáu sem ekki vita, þá náttúrulega lékst þú Benedikt búálf upprunalega. Já, þú varst hann í, já,
Já. Í gömlu. Ég fannst eitthvað kannast við. Þetta hefur ekki komið fram á þig. Já, ok. Við ætlum að vinna eitthvað með þetta. Af hverju gerum við það ekki? Það væri svo tilvalið. Já, ég skil þetta ekki. Nú eru þið bara búin að sýna hvað, 60 sýningar? Eitthvað svoleiðis, já. Slá einhvers konar rugla aðsóknarmet í barnaleikhúsi hérna fyrir norðan. Heldur betur. Það náttúrulega búið að uppfæra verkið samt töluvert, sko frá því að þið gerðu fyrstu uppfærsluna fyrir þessum 20 árum síðan. Já, Benedikt ekki hrellir í þessari út. Hann hræðir ekki börnum stanslaust, skilur. Nei. Það var svolítið gaman að koma ykkur upp á okkur daginn einmitt og sagði eitthvað, ég var með martraðir alla mína æsku. Út af Benedikt. Já, nákvæmlega, það var, já. Það var eitthvað nefið. Já, en ef hans nefið eitthvað creepy, skilur það var svo stórt og eitthvað, skilur, og ég náttúrulega með hennar geðveikisglamp í augunum eins og ég náttúrulega orðin sko töluvert rólegri en ég var þá, skilur við mig. Þannig að nú geta áhorfendur bara rétt svo ímyndið sig hvernig ég var þá. Við þurfum náttúrulega bara að fara á YouTube og finna upptökuna, skilur, þá gerir þessi fulla grein fyrir. Það aðeins farið að slá í þig. Það aðeins farið að... Með fullri virðingu. Með fullri virðingu, að sjálfsögðu, þú veit þú meinar þetta ekki. Nú bara að njóta efri ára. Það náttúrulega síðustu sýningar framundan núna bara í október. Þetta að klárast eftir þessa gríðarlegu sýningatörn. Já, minnst ekki á það ógrátandi. Já, nákvæmlega. Við höfum verið að taka, ég maður hvað, við höfum að taka 2 sýningar á laugardag og 2 á sunnudag. Þú búið með maraþón, við erum búin að missa eitthvað 30 kíló sem við byrjuðum. Já, nákvæmlega. Hérna, og við förum, mér finnst þetta alltaf svolítið stemning, við förum alltaf eins og lítil, við köllum þetta giggið okkar. Förum bara oftast á lítilli rútu bara, eða öll saman í bíl, keyrum, syngjum, gleðumst og látum eins og bavíanas, ólíkt okkur, og svo bara oft brunað heim bara eftir seinni sýningun á sunnudegi, sko. Já, þetta er svona vertíðar stemning. Þetta er smá vertíðar stemning, já, nákvæmlega. Komum, trillum líðin og förum. Svona meðan maður ekki að æfa, en svo er það náttúrulega annar kapítuli því að við 3 erum að fara að æfa saman hérna bara í byrjun nóvember, Skuggasvein. Gríðarlega spennandi verkefni. Hvernig leggst það í ykkur? Ég tel niður dag. Eða farin að tel niður klukkutíman núna. Já, það er svo stutt í. Já, konan mann mjög þreytt á þess að þegar ég alltaf byrja okkur nú 452. Skilur mig, farð að sofa, Björgvin. Já, farð að sofa, gerðu það. Þú ert að fara, slaka á, þetta er að fara að gerast. En þetta er líka gaman að fá leik, þetta er náttúrulega ekkert smá, við erum hérna með einhver smá kanónum, Jóni Gnarr, Sunnu Borg, snýr aftur eftir mörg ár. Eftir mörg ár. Já, ætlar að vera grasagutta. Ætlar að grasagutta, Marja Páls, þú veist, orðið á götunni er að Jón Gnarr sé búinn að leigja sér sveitasetur. Það er, ég veit ekki hvort það má segja frá þessu. Nei, nákvæmlega. Við bara gerum það samt. Við gerum það samt. Við erum það fyrst hér. Nú er þessi saga að vera komin á stað. Hann verður þarna á setrinu. Hann verður á setrinu, já. Jón á setrinu. Það hefur verið mikið skrafað. Mikið skrafað, ef hann vill einhvern tíma fá okkur samleikara sinni í heimsókn sem er ekki gefið. Engin pressa í Jóni, bara út í stuð. Já, akkurat. Nei, og við ætlum að frumsýna það í janúar, þannig að það er, sko, þó að Benedikt sé að klárast, þetta mikla stóra ævintýri, svona í bili allavega, þá er nóg framdann. Já, sem er gott að því að annars væri það bara tómið. Já, en við verðum samt eiginlega að nefna það, sko, að þá hafið þið nú unnið saman áður. Já, heldur betur, hann var aðal gestur minn þegar ég var svona að reyna að búa til, talandu svona góðan og skemmtilega spjallþátt eins og þú veit með, ég var að reyna að búa til svona þess að ég kallaði Jay Leno fyrir börn og þá fikk ég náttúrulega þennan snilla, þá var hann 13 ára og ég 57 ef ég man rétt og ekki hefur yngst síðan og það var hann með svo mikla orku hann Árni og mér finnst nú svo æðislegt ég hugsa bara ég er nú bara svona frekar rólegur við hliðina og ég meina þú ert ekki ofvirk, þú ert velvirkur það hef ég alltaf sagt það hefur alltaf sagt og móðir mín, aðra sem er að hringja og kvarta kannski nákvæmlega, hann er velvirkur drengurinn og en þá man ég eftir að okkur hefði sér að því hann átti að koma og hann var nýbúinn að syngja á barnaplötu, eitthvað svona country stuð og við vorum alltaf saman að tala og teiknum þannig að það var bara undirbúningur að vera góður og við verðum að hafa gott kontról á stjörnun okkar nema að einhver hefði lást að segja okkur það er nefnilega mál, einhver hefði lást að segja okkur að þetta alls ekki fá sykur rétt fyrir upptöku og þá hafði hann alltaf laumast til þess að taka sykur með sér og allt í raun var Árni helsti hress að þeir átti að taka upp myndbandið og ég gleymi þess aldrei að því að aðal leikmuna hönnuði sjónvarpsins til margra ára sem hannaði palladúkun og gerði allt fyrir spaugstofuna hann átti einhverja kind
uppstoppaða kind sem var honum svo dýrmætt. Og við sem bara... Það var erfðagrip. Þetta var erfðagrip, já. Og þetta var bara, viljið þið passa upp á kindinni? Jú, ekki, við erum með Árna hérna, hann alveg próf og flottum maður. Heyrðu, en þá kemur minn maður í sigurrússi og bara að byrja músíkinn, dang, og hann stekkur svona á kindina og fótbrýtur hana. Jú. Og hann svona rétt nær einhvern veginn haldið sér á henni í stuð og við bara guðminn almáttugur og ég og svona þetta gátum við ekki stoppað, við bara héldum áfram og við bara guðminn almáttugur, hver gat drengnum sigur? Jæja, heyrðu, við bara höldum áfram, það er þétt dagskrá, svo bara kemur hann, þessi leikmaður. Kindin mín! Hver braut kindina? Við bara, takk fyrir Árni minn, þetta var flott! Og hann út dyrnar og svo bara, ég veit það ekki, hún hefur eitthvað, ég skil það ekki, það var eitthvað sem hefur stokkið á hana. Við vitum það ekki. Það er bara gaman að þetta samstarf ykkar sé að blómstra ennþá eftir... Já, við erum bara rétt að byrja. Ég er að ganga svona röðina, nú er ég búinn að taka yfir Benedikt Búáls hlutverkið. Já. Svo leggst þú einmitt Harald í Skuggasveini. Það er rétt. Nú er ég að taka það yfir. Já. Og nú er ég byrjað að æfa mig fyrir Ragga Bjarna. Comebackið, sko. Já. Það eru síðustu forvið fyrir fólk að næla sér í miða á Benedikt Búál. Það eru sýningar út október. Fólk getur náð sér í miðan á mag.is. Hvetjum alla til þess að koma og sjá það auðvitað og svo okkur í Skuggasveini í janúar. Það er mjög gott að þú sért að hætta þessu sjónvarpi. Já. Þú ert búinn að tala við alla viniðina. Já, og við erum síðustu tveir viniðinni. Já, hverjir eru eftir? Jú, þannig að vitlýsingarnir tveir hérna. Gamli kallinn og barnastjarna gamla. Og nú getur þú fara að einbeita þér alveg 100% að sviðinu þar sem þú átt heima. Ég hef alltaf sagt þetta. Nákvæmlega, ég er þetta heima. Eigum við ekki að slá botninn í þetta og feril minn hér? Og feril, já, nákvæmlega. Og kveðja Benedikt kannski Linn, eigum við ekki að syngja saman hérna og spila eitt lag úr Benedikt? Herru, hvernig væri það? Og meðan við stillum upp þá ætla ég bara að fá að þakka fyrir mig og kveðja þennan þátt. Ég veit að hann verður í öruggum höndum Odds Bjarna Þorkelssonar frá næstu viku. Takk fyrir að horfa, þátturinn verður á sama tíma hérna í næstu viku. Verið þið sæl. Komdu nú með inn í álfana heim, þar sem ekkert er eins og það sýnist. Takast á öflin úr veröldum tveim og örlítill kannálfur týnist. Og við svífum úr heimi í heim, ekkert fær okkur nú stöðvað. Við svífum úr heimi í heim, vilt ekki koma með mér? Ferðumst á snjóhvítum svan yfir fjöll og syngjum það sem við sjáum. Berjumst við dreka og dökkál og tröll sem dveljast í hellinum háum. Og við svífum úr heimi í heim, ekkert fær okkur nú stöðva. Og við svífum úr heimi í heim, vilt ekki koma með mér? Vilt ekki koma með mér? Vilt ekki koma með